Halló. Það rættum átt. Hérna, það augnablik, ég ætti að tala við konu mér. Vil ekki að skotta bara sjálfa. Takk fyrir. Við erum að flytja... Hvað varst að segja? Við erum að flytja jólasöguna. Jesú heitir Jólasvein. Þetta er saga í 4 hlutum. Þetta er skáldsaga byggð á sannsögulegum heimildum. Eftir Jesú. Hvað er þarna? Einu sinni í desember, fyrir alveg ógeðslega löngu, voru hjón á gangi. Á þeim tíma stóðu hjón saman af einum kalli og einni kellingu. Hann ætlaði búið að fokka því upp eins og öllu öðru. En hvað það? Þetta er svolítið hátt. Ég les svona hátt og það. Já. Þau voru sem sagt á leið í talningu en höfðu í mars þetta sama ár verið að gera hitt, þannig að kellingin var kolólétt og hefði samkvæmt læknisráði átt að halda sig heima. En nei, hún myndi endilega skomberast á staði þetta ferðalag en var nú heldur betur fann að sjá eftir því. Hún var að drepast úr grindagliðnum og ekki nóg með það, heldur var hún að farast úr verki með öðrum olnboganum. Kvöldið þegar hún kom á hótelið voru engin laus herbyggi. Þvílíkt kærleysi í kallinum að vaða á stað með kellinguna kolólétta og verið ekki eins og búin að bóka herbyggi. En hótelstjórinn var ljúfmenni og leyfði þeim að gista í fjárhúsi sem hann átti þetta í grendinni. Og þar fann kalluglan nokkra spýtur og jötungripp og bjó til jötu. Kellingin fæddi, krakkanum var fleygt í jötuna og fljótlega upp úr því fylltist allt af vitringjum með fangi fullt af alls konar drasli sem að kornabarn hefur ekkert með að gera. Gull og myrr og reykelsi. Það var enda bálvar óþefur í fjárhúsinu, en kom on reykelsi. Hefði ekki verið nær að koma með snuð, pela og bleiur. Þvílíkir vitringjar. Og nú tökum við svona lítið viðlag. 1, 2, 3, 4. Jesú á grænni grein hitti eldhressa jólasvein. Sveinninn sá upp af bauð, græna baunir og laufabrauð. Jesú á grænni grein hitti eldhressa jólasvein. Sveinninn sá upp af bauð, græna baunir og laufabrauð. Það var sko ekki búið að æfa þetta geðveikt mikið að þegar við treystum á heimsendir 21. Þá er það annar hluti, 3. vers, 16. kapítuli. En strákurinn braggaðist og þegar hann komst á unglingsárin var hann ekkert ósvipar því sem að leiki í Gaga í dag. Klæddi sig eins og fáviti og geðveikt vinsæll. Grúppjur í þá dag voru kallaðar lærisveinar. Og sá þeirra sem hafði sig hvað mest í frammi var Páll Postuli, oft kallaður hérna Pósturinn Páll. Hann var alveg flippa fjörugu gaur. En svo fór fyrir Jesú eins og flestu frægu fólki. Öðru fólki fór að langa til að drepa hann. Þannig að Jesú og grúppjurnar lögðu á flótta. Flótti var sko astinans Jesúar. Svo lögðu þeir af stað og Jesú dandalaðist á astanum og grúppjurnar hlupu á eftir honum. 3 tímum síðar stoppaði Jesú hjá stóru vatni af því að hann var hann svo þreyttur. Hann klifraði upp á stein og skoðaði hvað væri framundan. Hann sá grilla í fen og hann hugsaði, þarna er gott að fela sig fyrir vonduköllunum. Þannig að þeir héldu ferðinni áfram, en þeir komu nær, þá sá þetta ári íbúfinn. Jesú tók stóra bita á íbúfinnu af því að hann var alltaf að drepast úr hausverk eftir að mamma skaf honum eyrnaskjól og gaddavír í ammali, jólagjöf. En þið veitir, hann fæddist náttúrulega einmitt á ammálstæðin sín og á þessum ammál á jólunum og
þá tökum við aftur lagið. 1, 2, 3, 4. Jesú á grænni grein hitti eldhressa jólasvein. Sveinni sá upp á bjúgur bauð, græna baunir og laufabrauð. Jesú á grænni grein hitti eldhressa jólasvein. Sveinni sá upp á bjúgur bauð, græna baunir og laufabrauð. Þriðji kafli, 7. vers, 18. kapitúli. En af því hann átt allt og mikið á íbúfinni og var alltaf að asnast til að breyta vatni í vín, að fór hann í hring, þannig að vondukallinni náði honum á þess að þurfa einu svona að fara heiman. Hann kom bara til þeirra og þeir bara yippee! Og þeir ákvað að fara með hann upp á hólan í grændinni og binda hann við stóran kross. En einn vondikallinn sleit bandi sem átti að binda þar á höndina á Jesú með, og hann talinn hafa verið fyrsta jarðarbúinn sem sleit krossband. En akkúrat á þessari stundu átti Nói leið hjá með fangi fullt af nöglum, af því hann var að fara að smíða örk sem svona lítið skemmtifaraskip. Og vondukallarnir sömdu við Nóa: ef þú gefur okkur 3 nagla og lánar okkur hamarinn, skulum við gefa þér 666 súsíbita og maltur. Og Nói samþýtti þetta, svo að vondukallarnir negldu Jesú á krossin. Og Jesú, hann krossbölvaði allan tíman. Helvítis fokking fokk! Ég náði ekki eins og að fara í bað, þannig ég grútskítur undir nöglunum. En fljótlega missti hann meðvindund, svo hann var hendinn í helli og stór steinn sett fyrir hellismunan. 1, 2, 3, 4. Jesú á grænni grein hitti eldhressa jólasvein. Sveinni sá upp á bjúgur bauð, græna baunir og laufabrauð. Jesú á grænni grein hitti eldhressa jólasvein. Sveinni sá upp á bjúgur bauð, græna baunir og laufabrauð. Það var komin síðasta hluta, en árið við byrjum á honum, þá þykir mér rétt að útskýra. Ég heyrði að það náði enginn eins og þarna með að vera skítur undir nöglunum. Ef maður grútskítur og negldur á kross, þá maður alltaf skítur undir nöglunum, þú veist, í lófunum og allt það. En það skiptir ekki máli. Þið eru ekki enn að ná þessu, en það skiptir ekki. Nokkrum dögum seinna ætluðu grúppjurnar að tekka á ketlinum, en þá var hann bara farinn. En þeir létu mið út gemsanan og fundu gaurinn. Hann var þá orðinn skemmtikraftur og ferðast á milli þorpa og gerði alls konar tricks, eins og til dæmis að sjá þó hann gerði svona. En það var náttúrulega bara út af naglagötunum í lófunum. En á þessum tímapunkti þá var Jesú orðinn alveg geðveitt vinsæll og það hefði myndast svo hefð að leggja pálmagreinar á göturnar í þorpunum sem hann kom inn í. Þetta var svona svipað trend og þegar kettlingar hentu nærbuxum upp á svið hjá Tom Jones. Og þegar hann var að koma inn í eitt þorpi vaðandi í pálmagreinum, mætir hann allt í einu manni í fáránlegri múnderingu og Jesú fer að skellihlæja og segir: sjá útganginn á þér! Þú lítur út eins og jólasveinn! Hvaða fokkings uniform enn og þetta? Ég skal segja það, sagði kallinn. Þetta eru föt sem við komum til með að klæðast í framtíðinni til að halda upp á afmælið. Ét út af mía. Var ekki hægt að finna eitthvað aðeins svalar, sagði Jesú. Nei, sagði maðurinn, það er búið að ákveða þetta. Og nú enda leið. 1, 2, 3, 4. Jesú á grænni grein hitti eldhressa jólasvein. Sveinni sá upp á bjúgubauð, græna baunir og jólabrauð. Jesú á grænni grein hitti eldhressa jólasvein. Sveinni sá upp á bjúgubauð. Jesú var náttúrulega grænmetisæta og vildi ekki sjá nokkur fokkin skaffa hræðislut nema fisk og brauð. Takk fyrir!
Við tökum eitt lag í viðbót og svo fyrir í smá pásu.